Velkomin í kaffispjall fræðslumál. Í dag ætlum við að fræðast fræðslumál hjá Elko, en það fyrirtæki vann nýverið menntaverðlaun atvinnulífsins og mjög margir góðir og spennandi hlutir að gerast þar. Og til þess að ræða þessi mál er hér komin Valur Hólm Sigurgeirsson, fræðslustjóri. Velkomin. Takk fyrir, við komum nú sælblessuð. Valur Hólm heiti ég og er fræðslustjóri Elko. Gaman að vera komin. Já, mjög gaman að fá þig og hérna maður finnur bara strax og maður hittir að það er kraftur og orka og mér fannst að ég var viðstödd þessa verðlaunaafhendingu að þarna voru bara mjög góðir hlutir búin að gerast hratt á stuttum tíma, en áður við kannski förum í það, þá væri gaman að heyra bara kannski aðeins hvað þú hefur verið að gera og hvernig svona vöxtur þinn innan Elko hefur verið. Já, sko. Já. Byrjum bara á byrjuninni. Byrjum bara, ég fæddist á Akureyri, en er uppalinn í Vesturbænum. Ég bý núna í Hafnarfirði með kærustu minni og syni okkar og mér finnst Hafnarfjörðurinn vera bara betri útgáfan af Vesturbænum. Ég ætla ekki að rökstyðja neitt frekar, en ótrúlega ánægður. Og ég byrja sem starfsfyrir minn bara í sumarstörfum, eins og krakkar gera, 13-14 ára. Já. Og er bara í sumarstörfum hér og þar, þangað til að ég er 19 ára. Og er að gera mitt allra besta til að klára menntaskóla og sæki þá í Elko á Grandanum og og þar hefst svona nokkurn veginn ferill minn hjá Elko og frá 2016 til 2021 er ég akkurat að klára menntaskóla og er að klára háskóla líka, tók sálfræði í HÍ þar. Og þá er ég bara svona í hlutastarfi, sumarstarfi, sumartarfi til skiptis hjá Elko. Var aldrei í fullu starfi fyrir en 2021 þegar ég verð þjálfunarstjóri. Þá er ég búinn í náminu og þannig þetta jobb sem ég er í núna er í raun og veru fyrsta fulla starfið mitt sem ég er í hjá Elko. Já. Og á vinnumarkaðinum. Já, og á vinnumarkaðinum, eiginlega sko. Það er eiginlega bara þannig að ég var alltaf bara í menntaskóla og háskóla og bara í skólanum eins og krakkar gera. Já. Þannig að þú í raun og veru áður en þú endar sem þjálfunarstjóri og núna fræðslustjóri, þá ertu kannski bara búin að vera að prófa að vinna í mörgum mismunandi deildum og innan Elko. Eða varstu alltaf í sömu deild? Eða? Nei, sko, ég var ég byrjaði sem sölufulltrúi og var sem sagt í söludeildinni og ég hef alltaf haft alveg brjálaðan áhuga á græjum og tækni og mér er alltaf finnst þetta ótrúlega skemmtilegt. Ég fekk fyrstu leikjatöluna mína þegar ég var 4 ára. Mamma mín gaf mér sem sagt Game Boy Color og hún sagði að þetta var eina leiðin til þess að fá mig til að sitja kjur í meira en 2 mínútur. Þannig að þarna byrjaði þessi brjálaði áhuga minn á græjum og þessum tækjum sko og bara svona með tímanum þá fór ég að fikta í akkurat tölvum og tölvuleikjum og sjónvörpum og hátölurum og er bara alltaf einhvern veginn með alls konar græjur í kringum mig. Þannig að það var eiginlega bara svona, þú veist, bara fullkomlega eðlilegt að ég endaði í Elko sko. Og að því þú hafði þekkinguna þar og áhugan. Áhuginn minn var þarna. En hins vegar akkurat, ég fer í Elko og með allan þennan brjálaða áhuga þá fatta ég síðan akkurat að ég þarf þjálfun sjálfur sko, ég var engin snillingur á þessum tíma. En ég læri akkurat bara á söludeildina og ég læri á þjónustudeildina og læri basically á alla vöruflokkana í bara sem voru í versluninni. Þannig að ég hef akkurat sinnt alls konar störfum í fyrirtækinu og leyst af hér og þar og er einhvern veginn svona allt múlíkt mann þegar kemur að störfum og sérstaklega í framlínunni. Og þetta er auðvitað svakalegu fjársjóður að búa yfir þegar maður á síðan að fara að skipuleggja þjálfun starfsmanna. 100%. Já, gefur mikla innsýn. Já, og ég tel að akkurat, þetta hefur komið mér bara svona ágætlega langt, bara að hafa þessa þekkingu við kjarnan minn. Þá skil ég svo miklu betur þá hluti sem er í gangi í fyrirtækinu og ef það vantar þekking einhvers staðar þarna og svoleiðis, þá er svo auðvelt fyrir mig að tengja við þetta. Ég var þarna líka. En hvernig byrjuðu þið? Þetta var alltaf eitthvað þjálfun, ég meina þú fékkst þjálfun. Já. En hvernig svona þessi vegferð sem að þið eruð á núna, hvernig hófst hún og hvers vegna? Sko, áður fyrr, við erum sérst með viðskiptasamning við Elkjøp, Elko þar að segja. Elkjøp sem er rafvöru... Risa raftækjasali í Norðurlöndunum með 400 verslanir.
og við erum með viðskiptasamning við þá, þannig að þeir voru með, eða þau alveg slatta af svona þjálfunarefni, hvernig þau þjálfa staffið sitt og við svona nokkurn veginn yfirfærið það bara á íslensku og á okkar staff og það var gert við mig til dæmis, en það er ekkert endilega hægt að yfirfæra á milli þjóða og búast við velgengni sko. Þannig að við vorum með þá þjálfun og við vorum með vinnustofu sem heitir Besti vinnustaðurinn árið 2020. Þetta er sérst vinnustofa sem við erum með á hverju ári sem heitir bara Besti vinnustaðurinn og það er öllum boðið á hana og og þarna erum við basically bara að finna út hvernig getum við orðið besti vinnustaðurinn. Og á þessari vinnustofu 2020 þá kom bara skýrt fram að starfsfólk var að óska eftir bara markvissari þjálfun, betri þjálfun, betra utanumhald og það þurfti bara að búa til bara sérstakar stöðu sem myndi bara halda utanum þetta. Og þannig árið 2021 þá er svona sirka bát ár liðið frá vinnustofunni og þá ákveður Elko bara að auglýsa þessa stöðu. Bara við sjáum að þetta er það sem fólki er að kalla eftir og við ætlum bara að gera okkar best til þess að græja það. Og þá eru þið sko 1 ár inn í heimsfaraldur sem við kannski ætlum ekki að ræða núna en samt svona athyglisverða tímasetningar. Þetta voru frábærar tímasetningar, bara svo ég myndi samt skjóta aðeins inn í heimsfaraldurinn. Þá var ég í sölu hjá Elko. Það var þegar hann var akkurat að byrja og maður var bara á vísi.is að refresha og var að panika út að uppgötvust 3 ný smitt. Manni fannst það alveg hrikalega mikið. Akkurat. En þá þegar búðirnar voru sko hólfaskiptar og hleypt inn svona ákveðum mörgum. Hleypt í hólfum og við vorum kannski 2 sölufulltrúar með 8 viðskiptavini í einu. Þannig að þá þurfti maður líka að læra að vinna hratt sko. Akkurat. Út af því að þetta var áður en það var komin undan þá að þannig að starfsfólk var ekki talið með í þessum heildarfjölda. Ég skilði. En COVID var skemmtilegur tími. Já, það var margt slæmt og margt gott og mjög lærdómsríkt. En hvað með þá bara fræðslustefnan? Hvað eru það að gera? Sko, hlutverk okkar er að skapa öfluga fræðslu, öfluga trausta ráðgjafa með bara góða þekkingu á sínu sviði og framtíðarsýnin okkar er að viðskiptavinir telja starfsfólk Elko og vera trausta ráðgjafa. Í stefnun okkar, markmiðið okkar er að eiga ánægðustu viðskiptavini á raftækjamarkaði. Þetta er beintengt í. Tilgangurinn okkar er að með ótrúlegri tækni gerum við lífið betra, þægilegra og skemmtilegra. Og þarna erum við líka beintenging með fræðslustefnuna því að til þess að geta gert líf viðskiptavina betra, þægilegra og skemmtilega með ótrúlegri tækni þá þurfum við að búa yfir alveg ákveðlega góðri þekkingu á raftækjunum. Við þurfum að geta þarfagreint viðskiptavina til að finna út hvað viðskiptavinir þurfa til þess að gera lífið betra, þægilegra og skemmtilegra. Þannig að þetta er þannig séð beintengt og ég myndi eiginlega segja að það er erfitt að finna verkefni hjá okkur í Elko sem er ekki hægt að tengja við stefnuna og píramídan okkar þar. Þetta er greinilega bara alveg komið inn í DNA-ið. Það er alveg svona þannig. Eruð og hvað eruð ætlið að verða? Og við erum búin að við fórum í stefnubreitingu 2019 og fórum úr því að vera svona, við ætlum að vera ódýrust alltaf yfir í að vera þjónustumiðað fyrirtæki og það gekk bara upp furðulega vel við meðalánægja viðskiptavina hækkaði 10 punkta bara á mjög stuttum tíma. Þannig að þessi stefnubreiting okkar og þetta hefur bara gengið ótrúlega vel. Og maður heyrir það alveg á þér þegar þú ert að tala um þetta. En hvað voru fyrstu skrefin í að koma nú að starfsfólki að kalla eftir árangursríkri og betur skipulagðri og fræðslu og hvað gerðu þið? Sko, ég er þarna þegar ég hef störf þá skoða ég bara allt það sem við eigum, það sem við höfum verið að gera og það sem við höfum aðgangað frá Eldship, móðurfyrirtækinu. Ég skoða þetta efni og ég síja sumt út, leyfi sum að vera inni, ég tek viðtöl. Aðeins að skjóta inn, er þetta þá, þegar þú talar um efnið, er þetta þá efni sem maður heldur á eða er þetta stafrænt efni eða? Sko á sínum tíma var þetta sumt efni sem maður heldur á, en ég yfirfæri því nánast
í allt stafrænt. Okay. En þetta voru líka, þetta voru svona fræðslu myndbönd, þetta voru glærukynningar, þetta var bara svona doðrantur af alls konar nýju og gömlu fræðsluefni frá Whitejump. Okay. Þannig að tók smá tíma að fara í gegnum það. Já. En já, og ég fyrir samstarf, ég heyri í markaðsdeildinni okkar líka, út af ég vildi para fræðslum með markaðsáherslum, út af því að oft á tíðum, og þetta var bara svona frá mér út af þegar við erum til dæmis með tilboðsdaga eða það er einhver áherslutímabil og við ætlum að setja auglýsingar í loftið, að þá skiptir náttúrulega máli bara númer 1, 2 og 3 að starfsfólki sé meðvitaður þessar auglýsingar og það hafi fengið viðeigandi fræðslu til þess að geta veitt viðeigandi þjónustu fyrir allar þessar vörur sem við erum að auglýsa á tilboðum og öðru. Þannig að ég para fræðsluna sem við verum með við markaðsdeildina og bara svona rekstrarmarkmið og ég tek ýmis viðtöl í búðunum, tek rýnihópa og sérstaklega þegar ég var að búa til nýliðaþjálfunina á sínu tíma. Við vorum með nýliðaþjálfun og ég var ekkert alveg nægilega sáttur við hana, þannig að ég strókaði smá út og bætti smá inn, fór í búðirnar, tók viðtöl, talaði við fólkið, bæði nýliða og eldra starfsfólk og breytti nýliðakynningunni og þannig er ég bara að tala um þessa basic nýliðakynningu sem er fyrir nýliða starfsfólk og breytti henni, þetta var 2001 og síðan í gegnum tíðina hef ég alltaf verið að halda áfram að vinna í nýliðakynningunni svona 3 mánaða fresti. Og þegar þú segir nýliðakynning, þá ertu ekki að meina bara eina nýliðakynningu, heldur eitthvað ferli sem fyrir í gang þegar nýliðin byrjar? Í þessu tilfelli var ég bara að tala um nýliðakynninguna. Já, bara nýliðakynninguna. Hvað ætla ég að segja fólki í fyrsta myndbandinu eða? Nei, þetta er alltaf í persónu. Þetta er alltaf í persónu, já. Engin myndband, alltaf í persónu. Og ástæðan af hverju ég gera það þannig er að fyrir mér eru þessi mannlegu tengsl, þau skipta svo ótrúlega miklu máli og mér finnst að þetta sé bara svo hollt fyrir báða aðila, að það sé bara tekið vel á móti þér, hlýlega og að þú getur, eins og ég kynni inn nýliðakynninguna. Ég mæti á svæðið og ég tek alltaf fram að ég vil hafa þetta eins óformlegt og hægt er. Ég er einhver gaur með PowerPoint-kynningu bak við mig, en ég er ekki til að vera einhver kennari, ég er bara til að tala við. Og þannig að endilega, ef það koma einhverja spurningar og ef þið langar að grípa fram, ég endilega gerðu það. Við erum bara til að læra saman. Og þetta finnst mér vera bara svo effektíft. Út af því að þarna get ég líka alltaf verið að betrumbæta og breyta kynningunni. Út af ef ég væri með þetta á myndbandsformi, þá þyrfti ég alltaf að vera að taka upp efni mögulega. Já, við vorum að tala um nýliðakynninguna sem þú tekur maður og mann. Já. Mjög athyglisvert. Eins og þú segir, það er svo mikið virði í því að þetta getur verið samtal. Já. Og þú getur aðlagað efnið og breytt og bætt. En bara umfangið, hvað erum við að tala um á ári margar svona kynningar heldurðu? Á ári, þær eru ekkert ótrúlega margar. Þetta eru kannski 15-20 kynningar á ári. Já, og kannski getur stundum náð einhverjum svona saman í knippi. Já, eins og í síðustu viku þá vorum við að ráðið 3 bara á sama tíma. Já. Og þá gæti ég tekið það starfsfólk bara á sama tíma. Já. Við byrjuðu öll á sama degi og með nýliðakynningunum þá viljum við leyfa þeim að koma á svona hálfa vakt áður en að við tökum nýliðakynninguna. Ég vil að þau hafi fengið að kynnast umhverfinu, búðinni, starfsfólkinu áður en ég kem og er að segja þeim hvernig við erum að gera hlutina. Já, geta sett hlutina í smá samhengi. En hvað tekur síðan við? Þú veist, hvaða ferli tekur við hjá nýliðanum og hvernig birtist á honum? Sér hann einhvers staðar alveg hvernig þjálfunarferli hans mun vera næstu vikur eða? Já, hann fær svona sérstakann bara velkomin í Elko post, onboarding post. Já. Einstaklingur kemur á þessa hálfa vakt, daginn eftir er nýliðakynning, eftir nýliðakynninguna þá tekum við starfsþjálfarakerfið. Já. Og svona eigendur starfsþjálfarakerfis hvers og eins nýliða eru ég, næsti stjórnandi, starfsþjálfari og síðan nýliði. Þetta við notum gátlista sem er bara byggður inn í starfsmannappinn okkar
og þeir einu sem hafa aðgang að þessum gátlista eru akkurat þessir aðilar. Ég, næsti stjórnandi, starfsþjálfari og nýliði. Ástæðan af hverju ég vil að við séum öll að dútla í sama skjalinu er út af því að það myndar einhvers konar svona ábyrgðakeðju. Við erum með deadline, við erum með tímasetningar, þannig að ef ég sé að það er ekki búið að gera þetta fyrir X tímasetningu, þá getum við gripið einhver aðgerð. Og þannig eru þau líka að tryggja allir í raun og veru sé að fá það sama. Þið eru að tryggja yfirsýn og ábyrgð stjórnenda. Þú veist, þetta er ansi skothelt. Er ferli langt hjá nýliðanum? Er þetta margir þjálfunarþættir sem eru verið að fara í gegn? Já, það er mismunandi eftir deildum, þetta eru mismunandi gátlistar eftir hvar þú vinnur. Til dæmis eins og í þjónustudeildinni hjá LKO, þar sem við erum minna að vinna með vöruþekkingu, en við erum alveg ótrúlega mikið að vinna með alls konar ferla. Út af því að þeir geta verið mismunandi eftir frá hvaða framleiðanda varan er. Það er flókin gátlisti og það tekur svona lengstan tíma, þessi að byrja í þjónustudeildinni. En í söludeildinni, gátlistin er aðeins einfaldari, en aftur á móti þá þurfum við líka að læra á vörurnar. Þurfum að læra á vörurnar, sölurnar, þjónusturnar. Þannig að þetta tekur á meðaltali fyrir einhvern sem er að byrja í söludeildinni, ef þetta í fullu starfi, kannski svona 4 til 6 vikur að komast í gegnum starfsþjálfarakerfið. Og þjónustuborðið er í kringum 8 til 9 vikur. Þannig að þetta er alveg ágætt ferli og þú ert alltaf með sama starfsþjálfara og ef að starfsþjálfari þinn er veikur eða fyrir frí eða eitthvað svoleiðis, þá ertu með backup starfsþjálfara. Þannig að nýliðin, þegar ég var fyrst að taka þegar ég var fyrst að taka viðtölin þegar ég var að innleiða þetta starfsþjálfarakerfi, þá komst ég að því að fólk sem var nýbyrjað, það fekk kannski einhvern þjálfara, þetta var fyrir starfsþjálfarakerfi, það fekk einhvern sem átti að vera ábyrgur fyrir honum. Svo var þessi sem átti að vera ábyrgur fyrir honum, hann var ekki í vinnunni. Þessi starfsmaður var bara akkurat fjarverandi og nýliðanum fannst oft á tíðum svo óþægilegt að vita ekki hvern hann gæti leita til. Og þarna vildi ég hafa backup plan, þú veist alltaf hver er þinn starfsþjálfari og ef hann er ekki til staðar, þá er þessi til staðar. Til þess að þú veist, hann sé ekki í lausu lofti, finn ekki til óöryggis sem hefur náttúrulega áhrif á þá. Af því að þú getur náttúrulega ekki lært á allar þessar vörur, bara eitt verið og snæl. Og mér langaði sem sagt að fara einu skrefi lengra, ég reyndi þetta 2022. Að vera með svona cross-door þjálfara líka, cross-door buddy. Það er einhver annar starfsmaður í annarri verslun sem væri að tjekka á þér og aðtóa hvernig allt er að ganga. En það, ég er ekki búinn að finna að lausn á því. Nei, það er kannski svolítið flókið. Þá jókst flækjustíð ansi mikið. En við höfum einmitt unnið með svona konsept sem við köllum ferðafélagi og þá er það eiginlega einhver sem er að taka svolítið á móti nýliðanum. Meira bara passa að viti hvar hlutinir eru og fara í mat saman og svona. En svo er starfsþjálfarinn í aðeins öðru þessi hlutverki. Svona buddy skilur sem þú færð. Það er sem sagt hjá okkur er það yfirleitt verslunarstjórinn sem að hefur það hlutverk að sýna honum hvar allt er, kynna hann fyrir öðru starfsfólki, þú veist, hérna er búningsklefinn og kaffistofan og svona er matatíminn og kynna þessa svona aðstöðu tengda hluti og síðan kemur starfsþjálfarinn og tengt og þjálfar upp sérhæðuhlutina. Ég er að hugsa hvernig nýliða þjálfunin er semst þá mest byggð á þessum gátlista starfsþjálfara. Svona já og nei. Já og nei, út af því að þá var ég er aðeins að hugsa miðlunaraðferðir. Þú veist hvort þið séu með einhverjar kennslustofur, hvort þið eru með stafrænt kerfi, hvernig, og þá er ég ekkert endilega binda mig við nýliða þjálfun, þetta er bara svona almennt, þið eru með fræðslu áætlun, ekki satt? Jú, sko almennt séð, fræðsla innan LKO, við leggjum mest upp úr staðkennslunni, við erum með góða aðstöður og við erum með staðkennslu, við erum með rafræna kennslu, við erum með fyrirlestra, við erum með mjög góða jafningafræðslu líka. Það eina sem að ég hvet ekki til þess að starfsfólk sé að sinna rafrænni fræðslu heima hjá sér í fríi, þau eru í fríi, þau eru í vinnunni. En
þannig ég hvet helst til þess bara að ef þú vilt fara í Elko skólan sem akkurat okkar fræðsluvefur að gera það á vinnutíma og starfsfólk fær tækifæri til þess einu sinni í viku þá getur þú mætt klukkan 10 á miðvikudögum áður en að búðin opnar og þá færðu klukkutíma til að setjast niður og skráir þig inn og getur bara dúlaðir í Elko skólanum að skoða eitthvað. Já, tekur það sem þú átt eftir að klára á. Já, eða hefur áhuga á. Já, síðan eru líka með þjálfun á gólfi bara. Já. Segðu mér aðeins frá því. Þjálfun á gólfinu, jafningafræðslunni. Já, sko það stór hluti af starfsþjálfarakerfinu út af því að á gólfinu þá getum við farið til með það sem við kallum show and tell eða ákveðið roleplay og þá erum við oft að leika sem sagt út ákveðin hlutverk. Já. Þú veist, við erum með eitthvað issue eða action sem við þurfum að koma af stað. Já. Þannig að það hefur gengið vel og... Fyrir það bara búið að skrá niður í raun og veru hlutverki. Þú ert reiðið viðskiptavinurinn sem fékkst þetta og þú ert starfsmaðurinn eða er þetta eitthvað svona? Já, og líka, til dæmis eins og sem svo, við erum í flóknum vöruflokk. Eitthvað sem að mörgum finnst ansi flókið. Það eru veggofnar. Og í veggofnum þá oft líka erfitt að þarfa að greina viðskiptavini til þess að komast að því hvaða veggofn viðskiptavin að leita að út. Svona að utan veggofn bara veggofn. Þetta lítur út fyrir að vera alltaf sama og þetta elda matiðin og þetta fer upp í eitthvað marga gráður og síðan blástur í þessu. Já. Þetta lítur út fyrir að vera rosa simpul, en það ekki raunin. Þannig að skemmtilegur leikur sem við höfum verið átt í veggofnunum til dæmis akkurat að þá sem bara sem svo að ég viðskiptavinurinn. Ég búinn að fyrirfram ákveða hvaða opn ég ætla að kaupa og starfsmaðurinn þarf að komast að því sjálfur, bara gegnum þarfagreiningu og gegnum þessi ákveðin skref. Það hluti akkurat svona roleplayi sem við erum með. Síðan fáum við oft líka birgja í heimsókn sem við erum með þjálfun á gólfi, bara sérstaka vörukynningar. Já. En starfsþjálfararnir, eru þið að þjálfa þá eitthvað sérstaklega? Já, ég gerði það árið 2022. Þá fekk ég bara stóran hóp af starfsfólki sem var að verða starfsþjálfarar og ég lagði svolítið upp úr því á þeim tíma að þetta kerfi yrði, ég veit ekki alveg hvort ég geti orðað það svona, en í huganum mínum hljómar það rétt að þetta kerfi væri svona sjálfbært. Að við þyrftum ekki alltaf að vera með þjálfun upp á nýtt fyrir hvert starfsþjálfara, að starfsþjálfararnir yrðu hæfir til þess að þjálfa upp nýja starfsþjálfara. Ég skil þig. Já. Þannig út af við erum með nokkra búðir, við erum með 6 búðir, að þá gæti þegar til dæmis einhver starfsmaður er talinn búa yfir nægilegri þekkingu til að vera starfsþjálfari, þá gæti núverandi starfsþjálfari bara þjálfa hann upp, sýnt honum gátlistan og ég bæti honum við í bara svona okkar innri hóp af starfsþjálfurum. Og Eru þið þá, ég hans að velta þið fyrir mér, þið eruð að þjálfa þá. Já. Þeir eru auðvitað að vera bara starfsmenn, lítur að vera sem góða vöruþekkingu. Já, eiginlega bara yfirgripsmikla þekking á öllu innan þeirra ábyrgðarsviðs. Já. En eru þið að kenna einhverju sérstaka svona tækni við að leiðbeina, leiðrétta? Já, og við gáum út sérstaka handbók nefnilega fyrir starfsþjálfara. Eftir í hvað deild þú ert í, hvernig akkurat eru svona best in class að taka á móti fólki og að þjálfa fólk. Og hvernig við... Af því þetta greinilega alveg algjör lykilmenn hjá ykkur, þú veist, í þjálfunarferlinu. 100%, því að eins og ég nefndi áðan, þegar ég byrjaði í Elko, þetta ekki eins einfalt og maður heldur, sko. Öll þessi raftæki og það lítur út frá að vera rosa simpul, hver munurinn á þessum síma og þessu sjónvarpi og akkur þekkir það ekki eða eitthvað svona, sko. Þetta flókið, ferlarnir geta verið flóknir og tekur mikinn tíma að læra á allt þetta og við erum með sérfræðinga í hverjum einasta vöruflokk. Út af því að, svo ég tala nú bara um mig, ég hafði aldrei neitt áhuga á myndavélum, eða ekki enn í dag, finnst það voða óspennandi, svona stafrænar myndavélar. Og þetta var bara flokkur sem ég átti alltaf erfitt að læra með út af því að hann lá ekki áhuga á sviði mínu. En ég var mjög góður í tölvum, ég var mjög góður í þvottavélum, þurrkurum, heimilistækjum, en sem betur fer alltaf einhver einn í versluninni sem hefur ógeðslega mikinn áhuga á myndavélum. Já. Og þið vinni út frá styrkleikum. Já. En ég að velta fyrir mér að við erum búin að tala eins nýlega þjálfununa og síðan auðvitað sem maður myndi geta kallað reglubundna þjálfun sem bara þegar það kemur. Þú veist, það eru þessir fundir sem að kannski fara fram á gólfinu. En svona fræðslu áætlunin í heild sinni, að
Fyrr þegar við rættum saman á staðans tala velferðarpakka, ég bæði að velta því fyrir mér, hvort það sé einhver svona námskeið sem snúa bara bytta einhverju svona sjálfsrækt og líka síðan hvort það er einhver svona almenn fræðsla sem að bara gengur þvert á fyrirtækið. Já, sko. Þú veist, eins og margir vilja, menn eru því að bjóða upp á tölvunámskeið og einhver streitunámskeið eða eitthvað svoleiðis, það hluti af fræðsla áætluninni? Já, sko, velferðarpakkin okkar, þar eru við að bjóða starfsfólki til þess að fara til dæmis fá sálfræðiráðgjöf, fara í hjónabands- eða fjölskyldumeðferð, fara í streitunámskeið, hugræna atferlismeðferð, fara í fjármálaráðgjöf og það eru alls konar þættir sem eru inn í þessum velferðarpakka sem stendur starfsfólkinu til boða en við erum ekki að skikka það. Við erum ekki að setja það inn í fræðslu áætlunina. Þetta er bara réttur þeirra hjá fyrirtækinu og þessi réttur, þetta eru 6 skipti á ári sem við getum sótt til sálfræðitíma og sem að endurnýja síðan á 12 mánaða tímabili og þetta er meira svona eins og velferðarþjónusta. Já, þannig séð. Þetta er ekki eitthvað sem að við erum að græja. Þú ert ekki að koma í sálfræðitíma til mín. En ég er að fiska eftir svona eins og til dæmis, þurfum við að kenna öllum persónuverndarlög eða Já, það er sem sagt, við gerum það ekki persónu. Við erum sem sagt með samning við Akademías, þannig að við erum með mjög góð myndbönd þar. Eins og fyrir alla stjórnendafræðslu þar sem við þurfum akkurat að vera rosalega öflug í persónuverndum og líka þegar að bara svona öllu sem að tengist GDPR, þá höfum við verið að búa til svona sérstaka fræðslupakka í skólanum okkar, þar sem að fólk þarf að taka það. Sama með í nýliðaþjálfuninni og þetta er ekki bara þessi nýliða kynning og síðan er starfsþjálfari, síðan ertu líka með námskeiðin í allt skólanum sem þú þarft að klára á tímabilinu. Þar sem við erum að taka til dæmis eins og hvernig við bregðumst við áreiti frá viðskiptavinum, hvernig bregðumst við ef við sjáum að starfsmaður verður fyrir eineltishegðun eða einhvers konar áreitni. Þannig að við erum akkurat með... Við erum með öll þessi klassísku... En svo á fræðslu áætlunum okkar hvernig ég byggja hana, það er akkurat, hún, í raftækjabransanum, þú ert með svona stóra leikmenn eins og Apple. Þeir eru alltaf með nokkra kynningar á ári, þær eru alltaf á sama tíma og þá eru við alltaf með námskeið til dæmis í kjölfar þessara kynninga. Síðan einu svona ári erum við alltaf með risastórt svona trygginganámskeið, þar sem við fáum gesti utan á landi sem koma til okkar og eru með svona stóra vinnustofu fyrir okkur. Það er svona árleg endurmenntun í tryggingum hjá okkur. Og einu sinni í viku erum við alltaf með vörukynningar sem er staðkennsla og sem við köllum sölurögg og það er bara svona gegnumgangandi í gegnum allt árið. Þannig að þegar við erum líka með vikulega fræðslu í söluröggunum sem tekur klukkustund í mánuði fyrir 4 klukkustund í mánuði segi ég, það gefur okkur alveg svona ekkert sérstaklega mikið svigrúm til þess að bæta við frekari fræðslu. Og það við erum alltaf að vinna í þessari endurmenntun og síðþjálfun. Ég spyr mig að því þetta er bara mjög umfangsmikið og greinilegt að þið eru að leggja mikla áherslu á að fólki eitthvað sé hæft og framúrskarandi, en hvernig gengur ykkur að fá fólk til þess að til dæmis klára námskeiðin í skólanum? Að því nú finnum maður bara rosalega þreytu og maður auglýsir kannski eitthvað sem er mjög spennandi og bara það er dræm þáttaka og svona margir tala dalandi þáttöku. Hvernig gengur ykkur? Ég ætla bara að vera 100% heiðarlegur. Hjá okkur akkurat, þegar við byrjuðum með rafræna fræðslu, geggjuð þáttaka. Allir svo spenntir og þetta var svo næs og persónulegt, en þáttakan hefur farið niður. Og einhverju leyti er þetta akkurat bara út af, við erum með mikið fræðslu og það eru þolmörk fyrir hversu mikið fræðslu fólk nennir að sjá hins vegar eru við líka á raftækjamarkaði þar sem að flestir hafa áhuga á raftækjum og hafa þá ekki áhuga á að lesa eða skoða eitthvað fræðslefni frá okkur til dæmis Apple-símann, það vill miklu frekar horfa á eitthvað YouTube-myndband og afla sér fræðsluna þaðan eða horfa bara á viðburðunum raftækið sjálft. Þannig að stundum er akkurat slæm þáttaka út af því að akkurat fólk hefur ekki áhuga, en stundum er það líka út af fólki kannski þekkir hlutinu þegar, út af það er búið að skoða þetta bara svona eigin miðlum. Skilði.
Þannig að þið eru ekkert endilega að bregðast eitthvað við eða... Mér finnst að, ég er með markmið að við séum við allavega 50% þáttöku í rafvarnarfræðslu í mánuði, þess að 50% starfsfólk er að gera eitthvað. Núna setjum við í kringum svona 30, 50, 40% sem er akkurat lélegt á mínum mati og akkurat ég væri til að sjá þessa tölu upp í 50% en á sama tíma akkurat þá er þetta bara barátta. Þetta er bara svoleiðis. Og einmitt bara fínt að hafa markmið og þá kannski leiðir mig kannski inn í svona loka spurninguna sem er í raun og veru þá kannski mælingar. Eru þið komin eitthvað áleiðis með að mæla árangur af þjálfuninni? Já. Og eru þið með mælikvarða eða? Sko við til dæmis erum með svona ákveðna rekstrarmælikvarða eins og ég nefndi tryggingarnámskeiði sem við erum með þetta árlega stóra tryggingatímabil. Já. Þar erum við að toppa okkur hverju ári og þá erum við bara með svona pre og post sem við sjáum. Já. Og síðan erum við með, við mældum ánægju starfsfólks og hvort það hafi fengið viðeigandi þjálfun fyrir innleiðingu starfsþjálfarakerfisins og eftir innleiðingu starfsþjálfarakerfisins og þar sáum við gríðarlega aukningu í að fólk taldi sig að hafa fengið viðeigandi þjálfun. Já. Við mælum líka bara svona ánægju og gagnsemi af einstaka námskeiðum sem við erum með að meðaltali 2021, svona fyrstum sinn þegar við vorum að leggja mikla áherslu á þjálfun, vorum við í 440, 2022 vorum við í 425 og 2023 vorum við í 419, þess að þetta er alltaf að lækka. Ég get lofa þér því að gæði þjálfunar og fræðslu er ekki búið að versna, þetta er bara kröfurnar orðna meiri og fólk er orðið miklu áhugasamara. Og þú ert að tala þarna af 5 möguleikum. Já, af 5 möguleikum. Þannig að þetta er virkilega góði einhvern. Við erum mjög ánægð með þetta, og einmitt, þess vegna er ég ekki að stressa mig, þrátt fyrir að heildartótalið er að lækka og ég tek bara eftir því að standardin er búin að hækka svo mikið. Hvað er góð þjálfun og hvað er góð fræðsla hjá okkar starfsfólki. Og náið að tengja þetta eins og stefnumælikvarða þá LKO sem hlýtur að vera eins og þú sagðir áðan stefnuna, að vera framúrskarandi Það eiga ánægðustu viðskiptavinn á raftækjamarkaði. Markmið okkar. Já. Og markmið ykkar að vera með þarna framúrskarandi sölumenn. Sko, punkturinn er það. Við erum með akkurat þessa, við erum með eina risastóra þjónustukönnun, einu sinni á ári. Og þar spyrjum við viðskiptavinn okkar, telur þú starfsfólk LKO vera traustaraðgjafa á raftækjamarkaði. Þannig að við erum að mæla þetta út af markaðinum líka. Og síðan erum við að mæla þetta innanhús líka. Við viljum að starfsfólk telji að yfir 100% starfsfólk telur sig vera traustaraðgjafa. Og við viljum að viðskiptavinir telji að minnstakosti 90% starfsfólk séu traustaraðgjafar. Þetta eru bara markmiðin okkar. Og allar þessar aðgerðir sem við erum að fara í á hverju ári, þær mun vonandi leiða til þess að við munum ná þessu markmiði. Settum okkur það í fyrra, þetta með traustaraðgjafa, það er að segja. Já. Þannig að þið eru alveg komin vel á veg með þetta, heyri ég. Já, ég held að mér finnst við vera að standa okkur ágætlega. Við erum alveg fókuseruð og ég er ótrúlega ánægður, út af því þetta er ekki gefið, ég er ótrúlega ánægður að bæði starfsfólk og stjórnendur, þau sjá mikilvægi þessi í fræðslum, þau sjá að þetta er ekki kostnaður, þetta er fjárfesting. Við erum ekki að eyða pening með því að vera með fræðslu. Við áttum okkur alveg á því að LKO, við erum mögulega ekki að fara að vera með starfsfólk í 20, 30, 40 ár. Við áttum okkur á því að við erum kannski bara stoppistöð í einhverjum tilfellum. Og þá viljum við allavega hafa upplifað það að við erum að senda, við erum að taka við starfsfólki, við erum að efla það, við erum að styrkja það og við erum að senda það bara svona betur sett út á atvinnumarkaðinn þegar það er mögulega að fara að vinna við draumastarfið sitt. Þá hafa það lært eitthvað. Þannig er svona eiginlega samfélagslega ábyrgð. Þannig séð, já, mögulega. Þetta er fólk kannski í sínu fyrsta starfi eins og þú varst. Nákvæmlega. Og svo bara skilar því sterkar út þó að jafnvel nýtst ykkur kannski bara í stuttan tíma. Algjörlega. Og það er bara heilbrigt fyrir samfélagið. Þetta voru virkilega góð lokaorð. Er þetta búið? Þetta er búið, sko. Eða er eitthvað sem þú vilt bæta við? Erum við að brenna inni með eitthvað? Nei, held ekki. Bara þar til næst. Þar til næst. Takk kærlega fyrir komuna. Það var virkilega gaman að fá þig og finna eldmóðinn og kraftinn. Og til hamingju með menntaverðlaunin. Þetta var gaman.